Þetta stóð ansi tæpt hjá okkur. Já, heldur betur, en bara sterkt að klára þetta og það skipt svo mikið máli hvort við vinnum með 7 eða 1, þetta telur allt jafn mikið. Og en svona, kannski þið fóru pínlítið illa með þessa stöðu sem þið voru konur í? Já, planið gekk allt eftir og við vorum bara, okkur leið vel og vorum í þægilegri stöðu en við vissum alveg að þeir getur gert áhlaup og það er kannski aðalega í dauðafæri nýtingu hjá okkur. Sóknarleikurinn gekk þannig sé alveg upp en við vorum bara ekki að ná loka hnikknum, sko. Þannig að hleypuðum svolítið inn í þetta þannig sem er eitthvað sem við þurfum bara að skoða hjá okkur. Já, það var 21-17 og þá var 6 mínútur eftir og það endar 23-23 í venjulegu leiktíma. Já, það kemur einhver stífla og en það er bara eitthvað sem við vissum og þetta er það sem Þórsararnir gera líka og eru búin að gera vel í fyrri umferðinni að koma tilbaka og berjast og það eru læti og djúvulgangur og það gekk næst í þeim í dag en ekki alveg. Þetta umspil er svona ár eftir ár bara hörkuleikir og spennandi? Já, þetta er náttúrulega bara, þetta eru skemmtilegustu leikir sem við spilum eða þessi strákar spila og þannig að það er að gera, maður er reynir að minna það og að njóta þess líka, þetta er ótrúlega gaman og getur allt gerst, ég meina við lærum það í fyrra, við vorum mjög nálægt þessu og fyrirfram áttu ekki mikið séns þannig að við erum varkári núna að það getur allt gerst, það er ekkert komið. Þannig að næst er bara, þriðjudagskvöldið á Akureyri? Jú, það er þriðjudaginn norður og bara vonandi verður eins mikið stemming og var hérna í dag og við höldum áfram að berjast. Já, það var flott að sjá, mikið áhrifum. Algjörlega, fullt af fólki á norðan, þetta er náttúrulega topp fólk og fullt úr gráunum, þannig að bara eins og ég segi við strákana, njótið þess, þetta er ekkert margir svona leikir, þannig að bara að gera að hafa gaman að þessu og svo sjáum við bara hvað verður.